Áður en við förum að stað með það að forrita þurfum við að undirbúa okkur. Einn þáttur í undirbúningnum er að ákveða hvaða hugbúnað við ætlum að nota. Í þessu efni mun aðaláherslan vera á mál sem virka á vefnum, svo sem HTML, CSS og JavaScript. Það eru ýmsir valkostir í boði þegar kemur að ritlum sem hægt er að nota í þessi verkefni. Það er í raun hægt að notast við þau textaforrit sem fylgja stýrikerfinu í tölvunni, til dæmis TextEdit eða Notepad, en ég mæli með að þið finnið ykkur forrit sem getur tengt skrárnar ykkar beint við vefskoðara, þannig að þið sjáu jafnóðum það sem þið eru að gera í kóðanum ykkar, eins og það kemur til með að virka. Þessi forrit hjálpa manni oft líka með kóðan. Ég notast við forritið Brackets, sem er hægt að nálgast á slóðinni brackets.io. Það kostar ekkert og það er hægt að fá það fyrir bæði MacOS og Windows stýrikerfi. Ég mæli með því að þið náið í það og setið upp í tölvun ykkar áður en að lengra er haldið. Það eru fleiri möguleikar í boði fyrir allar gerðir tölva, spjaldtölvur, símtæki og borðtölvur. Fyrir spjaldtölvur er hægt að fá ýmis einföld forrit og jafnvel leiki sem að geta hjálpa manni að öðlast skilning á grunnatriðum forritunar á sjónrænan og notendavænan hátt. Margir valkostir eru í boði fyrir þá sem vilja hafa í spjaldtölvunni sinni hefðbundin ritil til að skrifa kóða frá grunni og hafa þann möguleika á að prófa virkni hans fljótt og örugglega. Textastic er dæmið svona ritil á hóflegu verði. Að auki er gaman að skoða ritla sem eru sérstaklega hannaðir til að vinna í ákveðnum forritunamáli. Codea appið er mjög skemmtilegur ritill til að forrita einfalda hluti fyrir spjaldtölvur og það byggir á forritunamálinu Lua.